Ágætu fundar, menn og konur, byrja á því að óska ykkur gleðilegs árs og takk ykkur fyrir samstarfið á liðnu ári. Það viðburðaríka ár sem að liðið og vonandi verður þetta ár bara ár uppbyggingar og að koma sem flestum heim aftur til Grindavíkur. Ég vil svona byrja á því að benda á frétt sem var að koma inn á heimasíðu Grindavíkurbæjar. Það að undirbúningsvinna að niðurrifi altjónaðra fasteigna langt komin, miðað vel áfram og fyrsta útboði vegna niðurrifsins verður auglýst núna í janúar og það á 3 fasteignum og þá hefst sú vinna bara á næstu vikum. Það eru Mánasund 2, Mánagata 19 og Mánagata 21. Þannig að niðurrif fer að hefjast á altjónseignum það náttúrulega liður í að halda áfram að gera við sprungur á þessum svæðum. En mér langar líka til þess að minnast á þjónustu vegagerðarinnar. Nú verið að benda á það í fréttum alla daga að það geti liðið að styttist í næsta gos og áhættumat tekur sífelldum breytingum og það eru 3 útgönguleiðir úr Grindavík og það bara eiginlega engin þjónustuð. Það var glerhálka á Grindavíkurvegi í morgun að sögn og einn allavega út af og ég get ekki ímyndað mér að þjónusta hafi verið á hinum leiðunum 2. Þannig að þarna finnst mér kannski var ekki einhver samningur eða eitthvað við vegagerðina. Ásrún, þú kannski veist eitthvað um þessi mál? Já, komið sæl og gleðilegt ár. Ég veit ekki annað en að þetta hafi bara allt átt að vera í bara fínu farvegi, sko. Þannig að við þurfum kannski bara að heyra í þeim og sjá hver staðan er. Já, Einar, þú kannski veist eitthvað meira, Einar Sveinn. Já, komið sæl og gleðilegt ári. Já, sko, það eru náttúrulega samningar í gangi og þjónustu viðmið sem að Vegagerðin setur sér en þeir virðast nú eiga í erfiðleikum að fara eftir þeim. Þannig að ég var mjög lítið var við á eins og í morgun var flughált og ég var mjög lítið var við á. Já, allir svona að kvarta undan þessari færð. Það margir á ferðinni, margir að koma til vinnu. Það ekki bara Grindvíkingar sem þurfa þessa þjónustu, það eru þeir sem að koma hingað að sækja vinnu á morgnana sem eru bara mörg 100 manns. Ég held ég sé, Guðbjörg, við bara grípum þennan bolta og könnum þetta. Það ekki spurning. Já. Ok, flott. En Einar, hvernig áramótin, yfir staðinn? Gekk ekki allt bara ljómandi vel og allir bara mikil gleði í bænum? Það var góð flugeldasala? Allavega? Jú, þetta var bara mjög notaleg og vel mönnuð jól. Það var ágætlega fjölmennt í bænum. Við gerðum talningu núna á sunnudaginn, gærmorgun. Það voru gitt í cirka 135 húsum. Svona cirka 260 bílar sem voru í bænum. Þessa nótt, töldum nótti til. Og það fjölgaði svo sem ekkert mikið yfir jólin. Það voru einhverjir sem fóru og aðrir komu. Þannig að þetta svona, við höfum verið svona á sem 110 til 130 húsum í desember. Þannig að það fór allt vel fram og í sátt og samleiti við alla, sko. Það flott. Það var brenna niður í bót og þannig að það var svona töluvert líf í bænum. Já, og menn högu sér vel. Já. Þeim gott. Það flott. Ég sé að Örnviðar kominn Við hjá Játgerði vorum að velta fyrir okkur frétt fyrir jólin að Þórkatla væri komið að skráða markað.
Hvað er það sem felst í því hjá ykkur? Já, komið þið sæl og gleðilegt árið og allt það. Hérna, þetta var nú meira svona formbreyting. Þetta ekki sem sagt verið að skrá félagið á markað, heldur skuldir félagsins og þetta meira svona í rauninni bara fasteignalán sem að Þórkatla hefur tekið yfir frá íbúum við kaup safnað saman í eitt stórt skuldabréf. Við þetta bættist síðan að hluti af framlagi ríkisins sem sagt lán og hérna, þetta svona í grunninn 22 milljarðar yfirtekin húsnæðislán Grindvíkinga, bil 10 milljarðar eru sem sagt lán frá ríkinu, svo bætast við vextir og verðbætur á þetta, þannig að það er bara verið að gera þetta skuldabréf skráð á markaði og svo munum við við erum ekki búin að skrá allar skuldir, þetta náði semst bara út október, það sem við kaupum eftir október núna 25, að það mun hérna verða svo skráð í maí næstkomandi. Meira bókhaldsmál og formskráning á skuldunum og gerstakröfu bankana. Voru margir sem duttu inn í óskum uppkaupa á síðustu dögum ársins? Við fengum 7 umsóknir inn frá lögaðila sem endar alltaf í frávísun hjá okkur. Það voru semst 6 umsóknir frá íbúum og þannig að það eftir standa það bil 32 sem hefðu geta sótt en sóttu ekki Þannig að þetta svona myndin, þetta var, duttu inn bara alveg framöndir áramót, síðustu umsóknirnar. Þar með liggur myndin fyrir og við munum bara vinna þessar umsóknir núna í janúar. Þannig að þær eru komnar í vinnslu? Já. Okay. Og þið eru svona að klára vinnslu á raunverulega kynningu á svona ykkar tillögu að uppkaupum okkar Grindvíkinga aftur? Já, við erum sem sagt gengum bara ágætlega að vinna okkar við svona útfærslu á endurkaupaáætlun. Við eigum þó eftir að leysa svona lögfræðilega, tæknileg álitamál og erum bara að undirbúa það, svona nokkrar vikur í það, en síðan svona, ég myndi segja verður í fyrsta lagi í febrúar sem að við getum kynnt þetta, gæti þess vegna dottið inn í marsmánuð, en við erum svona bara að reyna að vinna þetta hratt og vel, það er bara þannig. Við höfum fengið ljómandi gott feedback hjá þeim sem við höfum svona leitað að ráða hjá og þannig að við erum bara svona þokkalega ánægð með útkomuna en erum að vinna, eins og segir svona bæði þetta lögfræði, tæknilega álitamál og síðan svona útfærslu þáttum tímaramma og tímasetningu. En á meðan að þá eru þeir sem eru með samninga, þeir eru bara áframhaldandi gildir? Já, og ég hef nú sagt það held ég áður á þessum fundum að við munum, það eru bara mjög mikla líkur á við munum framlengja gistisamningana eitthvað fram á sumar á meðan að við gefum ráðrúm bæði fyrir okkur að klára þetta allt saman og fólk svona til að átta sig á nýrri stöðu. Og við erum líka, eins og við vitum öll, ekki búin að afskrifa næsta eldgos því miður og það að þá svona við varan á allavega. Já, akkurat. Takk fyrir Örn, þessar upplýsingar. Skarphéðinn einhver ný mál hjá ykkur í Grindavík nefnd? Já, nei, það kannski ekki margt. Við erum byrjuð að vinna í þessum
þessu verkefni sem okkur var falið fyrir áramót að í endurreisnarplani. Við erum byrjuð að vinna í því og svona fyrstu fundir eru í þessari viku, meðal annars með bæjarráði Grindavíkur á morgun. Og þannig að það er okkur ætlað að klára það fyrir lok mars, þannig að það þarf að vinna rösklega í því máli og við erum að standa undir því. Kannski helst að koma út uppfært áhættumat milli jóla og nýárs. Það var áhættumat sem var í gildi þar og undan var frá því í lok september og þannig að það var komið tími á að uppfæra það því að það hafði svo sem ýmislegt gerst í mótvægisaðgerðum, kannski munað mestu sólarhrings viðveru slökkviliðsins, þannig að það var tekið inn í þetta og munað mjög mikið að slökkviliðið með mannaða vaktir allan sólarhringinn, þannig að það er miklu öflugra viðbragð þar, en annars er nú ekki neitt að frétta héðan. Það var könnun á vegum Maskínu sem var á vegum rýnihópsins sem er á ykkar vegum. Já. Niðurstöður úr þeirri könnun er það líður að því, það er búið að vera að reyna að ná inn sem allra flestum svörum og það er ennþá möguleiki á því að svara en það styttist nú í að það komi upp út úr þessu og þetta er svo sem bara hluti af miklu stærra verkefni sem þetta svokallaða rýnihópa verkefni sem gengur út á að reyna að fá svona svör á dýptina varðandi þennan stóru hóp sem voru Grindvíkinga fyrir rýmingu. Sjónarmið þeirra, hvernig þeim hefur reitt af og svo framvegis. Þannig að þegar búið er að klára þessa könnun að þá er líka vitað hvaða hópa þarf að skoða betur og það er þá unnið með þessum svokölluðu rýnihópum en það er mér vitanlega að þá eru þegar hafa nú þegar verið nokkrir fundir með slíkum hópum en því mun bara fjölga þegar komin niðurstöður úr þessari könnun. Þannig að þetta er bara fullur. Þannig að könnunin raunverulega niðurstöður sem að koma út úr þessari könnun það á síðan að bregðast við því sem að kemur í svörunum frá okkur Grindvíkingum að það þarf að bregðast við á einhvern hátt. Já, sjálfur sem stendur könnunin bara sem slík en það ætlunin er að kafa þá á dýptina til þess að fá ítalegri svör við ýmsum atriðum sem er þá erfiðar að fá út úr svona hefðbundinni könnun. Af því að nú er náttúrulega þjónustuteymið, nú er það klárað það núna áramótin, ekki rétt? Jú. Þannig að það voru nú kannski viðkvæmustu málin sem að fóru þar. Jú. Og þú veist, maður spyr sig, kemur eitthvað í staðinn fyrir þá þjónustu sem að þau veittu? Nei, auðvitað eru ýmsir sem hafðu leitað til þjónustuteymisins varðandi aðstoð sem eru ennþá að fá þá aðstoð, sálfræðiviðtöl og ýmislegt svoleiðis sem ennþá í gangi og meðferð. En á öðru leyti var gert ráð fyrir því að fólkið væri þá komið í þjónustu hjá þeim sveitarfélögum þar sem það byggi og við höfum ekki ástæðu annars en að það hafi tekist ágætlega en þessi könnun og þessi rýnihópa vinna er meðal annars ætlað að finna út úr því hvort að það sé ekki verið að sinna þessum hópi öllum. Þannig að þetta er svona margháttar upplýsingar sem ætlað að fá út úr þessu. Takk fyrir þetta Skarphéðinn. Er ég svo sem ekki með meira svona skrifa niður hjá mér, er einhver sem vill koma einhverju á framfæri eða spyrja einhverju? Pétur, þú ert líklegur? Já,
Mér langar kannski bara að grípa boltan hérna og líka kannski bara í kjölfar því sem Einar Sveinn var að tala um áðan varðandi hátíðarnar. Mér langar bara að vera jákvæð og tala um einhvern veginn. Ég sem sem íbúi bara hér í bænum og þá fannst mér þetta ganga vel og mér finnst svo já, mikill uppgangur og gaman að sjá skipaflotann hérna í höfn yfir hátíðarnar og við vorum með fjölmenna hátíðarguðþjónustu hér á aðfangadag klukkan 2 og já, bara mikil aðsókn í sundlaugina á aðfangadag, boðið upp á heitt súkkulaði og rjóma og með þess bara, já, ég ætla bara að hrósa okkur fyrir fyrir baráttuna og halda áfram, okkur öllum sem eru hér. Sammála því, tek undir það. Og ég tek undir það hjá þér Ásrún að á aðfangadag var alveg full kirkja í messunni klukkan 2 og mér fannst bara mikil hátíðarbragur yfir þessum degi. Allir glaðir að hittast og bara virkilega notaleg stund. Pétur, gjörðu svo vel. Já, góðan dag og gleðilegt ár. Og restu spurninga á Örn Viðar, nú eru svona starfandi að menn eru að koma saman í svona ákveðnum hópum stilla svona saman strengi. Játgeir eru það fyrirmyndin í því og svo er pólitískur hópur og nokkrir aðrir og allir eru að velta fyrir sér þessari spurningu með hvað leynist í pakkanum hefur maður farið að kíkja í pakkan hjá Þórkötlu. Það er ennþá ákveðið svigrúm að þegar svona hópar er búin að stilla sig saman að funda með ykkur og hafa áhrif á það sem verður í pakkanum héðan frá svinga til. Sko, ætlum við segjum það ekki þannig að hugmyndirnar eru svona meira og minna orðnar mjög fastmótaðar nema kannski einhverja svona útfærslu leiðir. En jú, við höfum svo sem ekkert lokað fyrir samtal og viljum endilega einmitt taka þátt í skonar hugmyndavinnu ef það býst framtíðaráform Grindavíkur alveg klárlega. Ef einhver þessara hópa geta komið með eitthvað sem hefur jákvæð áhrif á það hversu margir og hversu hratt þetta byggist upp sem lítur nú að vera öllum til hagsbóta þess raða sem það fer. Þegar við förum að melta sem þið eru með og sem við höfum verið að hugsa hér á kafstofunum, þá er þetta mjög gagnlegt að gera ráð fyrir því að þetta hefur verið mikið rætt alls staðar eðlilega. Þetta er kannski svona eitt af þeirra 4 stórum málum. Að það sé svigrúm til að taka við hugmyndum sem eru til bóta. Alveg klárlega, hins vegar bara rétt að hnykkja á því og bara til upplýsinga fyrir aðra að ástæðan fyrir því að við erum ekki tilbúin að kynna þetta opinberlega er að því að það liggi ekki allir þræðir klárir. Við viljum ekki vera að kynna eitthvað sem við getum þá ekki staðið við. Eins og ég víað að þá er ákveðið svona lögfræði tæknileg áskorun sem við eigum eftir að fara í gegnum og hún mun hafa heilmikið að segja hvort að það sé hægt að gera þetta með þeim hætti sem við höfum áhuga á að gera. En samtal eru alveg opinn og fínt bara að senda okkur tölvupósta, nú ekki svona á einstaklingsbasis en svona ef það er einhverjir hópar eða aðrir þá er það alveg sjálfsagt mál. Takk. Já, ég get við svo sem bæjarstjórn búin að fá kynningu. Við hjá Játgerði höfum fengið kynningu og við höfum svona verið að ræða þetta okkar á milli og það er svona kannski eins og ég segi að benda á kannski og koma með einhverjar tillögur og taka samtalið að því að þegar maður kannski rýnir í þá sér maður eitthvað sem kannski maður er hægt að útfæra það öðruvísi eða eitthvað slíkt. Þannig að það er alltaf gott að eins og þú segir Örn að taka þá samtalið og það er hægt að skrifa það þá niður og hvað hægt er að gera í því. Það er alveg rétt og við einmitt tókum nótis af nokkrum góðum punktum á fundi með ykkur Guðbjörg og sama hefur verið með fundum með öðrum bæjarstjórnum og fleirum að við höfum verið svona að sanka að okkur ábendingum og verið að vinna svona
útfærslu til að mæta sumum þessara þáttar. En bara alveg sjálfsagt mál. Takk fyrir það. Fleira, Pétur, sem vil koma inn á? Allt komið á fullan skrið hjá Vísi náttúrulega eftir jólafríið? Já, við þetta voru góð jól, við náðum að keyra alveg fullum krafti alveg fram á 7 klukkutíma fyrir jól, gáum frí milli jól og nýjárs, vorum með fiskvinnu fyrir það sem mættu, það var frjálsmæting á þann annan. Svo þetta venjulega í upphafi árs að eiga nóg ofan í gokkana hjá öllum í þessa vikuna, meðan allt að fara á fullt. Það eru 7 skip að fiska í okkur og náttúrulega ekki eingöngu reyndar, sko, en við sjáum ekki annað en árið farið vel af stað í góðu veðri og allt bjart í mörkuðum og það mætti vera heldur skarpari veiði. Það er alltaf eitthvað sem maður getur fundið að en allir mættir og bjartir og tilbúin í slaginn. Klara, það var náttúrulega, þú sagðir á síðasta fundi fyrir jóla, það væri firmamót og ýmislegt að vera í íþróttahúsinu eins og Ásrún kom inn aðeins inn á áðan. Gekk þetta ekki allt saman samkvæmt áætlun og bara mikið líf og fjör í bænum út af þessu í kringum þetta? Heyrðu, þetta var alveg ótrúlegt fjör og bara gekk bara ótrúlega vel. Það var fullt af liðum sem tóku þátt og ég hugsa að ári þá eigi eftir að vera bara mikil aðsókn í þetta. Fólk hafði alveg orð á því að þetta væri þetta gamla góða og fólki fannst notalegt að koma heim og hafa gaman, hitta fólk og skemmta sér. Já, sprella svolítið saman. Já. Og svo karvan náttúrulega fullu, það var leikur í gær, ríkalega skemmtilegur og spennandi. Já, allavega spennandi. Já, heldur betur. Já, og svo erum við þarna á laugardaginn, þá verður veitta viðurkenningar íþróttamaður ársins. Já. Þannig að það er nóg að gera. Nóg að gera. Já. Mikið líf. Mikið líf, mikið fjör. Flottir. Takk, Klara. Sólveig, gjör svo vel. Það heyrist ekki í þér. Þú ert á mute. Svona, já. Takk fyrir, já, og gleðilegt ár til ykkar allra. Ég var bara að velta fyrir mér Örn, varðandi ákvarðanir hjá Þórkötlu, bara til þess að skýra þetta alveg. Eru þessar ákvarðanir sem sagt endanlegar allar hjá Þórkötlu? Sem sagt ríkisstjórnin kemur ekkert að þessu, þingið kemur ekkert að þessu, þessar ákvarðanir sem eru verið að taka, þetta er alfarið hjá hvað þá, stjórn Þórkötlu. Er það þannig sem þetta virkar eða hvernig virkar þetta? Takk. Jú, bara fín spurning. Það er þannig að það gilda ákveðin lög Þórkötlu. Svo er Þórkatla hlutafélag og er sem sagt að langmestu leyti í eigu ríkisins en einnig fjármálastofnana. Og félagið þarf að uppfylla skilyrði laganna að sjálfsögðu en svo erum við að útfæra leiðir sem ekki eru stangast á við ramma lagana, þannig að það er þannig og þær ákvarðanir eru teknar af félaginu. Þetta útskýrir máli fyrir þess. Það er ekki ríkisstjórnar eða alþingis að ákveða annað en það sem að felur í sér upphaflegu lögin Þórkötlu. Og við erum bara störfum innan þessa ramma. Ok, takk. Svo vel. Takk ykkur fyrir þetta. Einhver sem að vill bæta einhverju við? Engin hönd á lofti. Þá segi ég bara þakka ykkur fyrir, góðan fund og við sjáumst aftur að viku liðinni.